Í dag skírdagur. Hvað málið með skírdag? Fyrst, kaffi. Ok, það mjög margt sem væri hægt að segja skírdag. En bara sem svona intro fyrir þann sem hefur enga hugmynd. Langum að tala eitt sem Jesús sýndi, eitt sem hann sagði og eitt sem hann stofnaði. Fyrst bara smá svona samhengi eða bakgrunn fyrir skírdaginn. Á skírdaginn verið að minnast þess sem átti sér stað daginn fyrir krossfestingu Jesú, daginn fyrir föstudaginn langa. Og þá voru Jesús og lærisveinar hans ásamt öllum gyðingum í Ísrael á þeim tíma að minnast sinnar páskahátíðar sem upprunalega gyðingleg. Minnast þess að Guð frelsaði úr Egyptalandi undan þrælkun eftir 400 ára þrælkunarvinnu. Það er heil saga sem við getum talað en í stuttumáli þeir að minnast þeirra atburða þegar Guð frelsaði það frá Egyptalandi. Og Jesús segir í Lúkas 15: Hjartanlega hef ég þráð að nýta þessar máltíðar, páskamáltíðar með ykkur. Og mér finnst það að lýsa Jesú mjög vel af því hann var ekki bara einhver gaur sem að þráði athygli, þráði bara að kenna og gera kraftaverk og vera vinsæll. Hann var svo sannarlega ekki bara vinsæll, hann var líka mjög umdeildur og mjög hataður hvað það varðar. En svo langar hann líka bara að éta með strákunum. Ég er búinn að hlakka til þessara kvöldmáltíðar, setjast niður og borðum saman. Ok, þannig að það er samhengið, þetta er síðasta kvöldmáltíðin sem að Jesús mun eiga með lærisveinunum áður en hann líður, áður en hann þjáist. Ok, tölum það sem hann gerði. Í fyrsta lagi, hvað sýndi hann? Jóhannes 13:4. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann í vatni munnleg og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúkum sem hann hafði sig. Þetta er mjög krúsjál og mjög róttækt atriði sem Jesús er að sýna þarna. Þeir sem að þrifu fætur á hans tíma voru annarkvort þjónar eða þrælar. Og hann er með lærisveinum sínum og hann ákveður, hey, ég ætla að sýna þeim úr hverju ég er gerður, ég ætla að sýna þeim hvernig Guðs ríki virkar. Hann hafði áður sagt sá sem er mestur, hann sé þjónn eða þræll allra. Og hann er að sýna það þarna. Vers 12. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður. Sagði hann við þá, skiljiði hvað ég hef gert við ykkur. Þið kallið mig meistara og herra og þið mælið rétt því að það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistara hefur nú þvegið ykkur fæturnar, þá ber ykkur einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið ykkur eftirdæmi að þið breytið eins og ég breyti við ykkur. Þannig að Jesús er að sýna að hann kom til að þjóna. Hann kom, konungurinn, leiðtoginn okkar, kom til að hjálpa okkur. Og segir okkur að sá sem vill vera mestur, hann sé þjónn. Það er dygðin. Ok, og svo eitt sem hann sagði, þetta er líka í Jóhannes kapla 15. Og öllu sem er skrifað það sem Jesús segir við lærisveinana sína þetta síðasta kvöld. Það sem hann skilur á eftir með áður en hann deyr. Í miðjunni á því segir hann þetta, Jóhannes 15:9. Ég hef elskað ykkur eins og Faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elskuminni. Ég myndi halda að Guð elski Guð óendanlega mikið, að Faðirinn í heilagri þrenningu, að Faðirinn elski Soninn óendanlega mikið og heilagan anda líka og í hringi. Og Jesús segir ekki við lærisveinana, hei, bara svo þið vita, hérna við þrenningunni, við elskum hvern annan óendanlega mikið og ykkur næstuð jafn mikið. Hann segir eins og Faðirinn hefur elskað mig, þannig hef ég elskað ykkur. Guð elskar okkur jafn mikið og Guð elskar Guð. Það er gjörsamlega óverðskuldað, það er ekki að þið viljum að skilið, það er því að hann er góður, hann er Guð kærleikans. En Jesús er ekki fílgúdd predikari, hann segir það sem þarf að segja og það þarf að segja okkur frá Guði kærleikans, þar sem hann gerði það. En hann vissi að hann þyrfti líka að vara við afleiðingum guðleysisins, afleiðingum þess að þekkja ekki og hlýða ekki Guði. Þess vegna málar hann upp myndlíkingu af vínviði og segir að sá sem er stöðugur í Jesú ber ávöxt. Það er að segja ekki bara að hann afkastir hlutum sem skipta máli, heldur að hann actually raunverulega elskar. Hann uppsker guðlegan kærleika, frið og gleði. Sá sem er stöðugur í Jesú, með því að trúa á hann og treysta á hann stöðugt, hann ber sannan ávöxt sem stenst. En hann heldur áfram, hann segir, hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann vissnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Jesús vill að við séum stöðug í honum og við berum ávöxt, að við upplifum elsku Guðstöð okkar sem er óendanleg og við elskum hann að fólk tilbaka. En hann talar ekki helvíti eða afleiðingar guðleysisins af því að hann vill hræða okkur að búa til eitthvað sem gerir okkur illt. Hann talar eld og mjög róttæka mynd af því að hann var okkur við veruleika sem er nú þegar til staðar. Helvítið er bara aðskilnað frá Guði. Saman hvort það sé tortíming einu sinni sársaukafull og búið eða eilíf þjáning, ég veit ekki. Biblían er ekki 100% skýr á því og ég held að þurfi ekki að vera af því að sama hvað það er þá er það hræðilegasta sem hann getur hugsað þér. Og eina sem mútt fyllast í helvíti er eftirsjá og sársauki. Það er það sem Jesús segir. Hann bendir á ást Guðs og samfélagi sem okkur býðst við hann og aðra menn í paradís og hann varar okkur við helvíti. Þannig að eitt Jesús er að sýna guðlega mikilmennsku gegnum þjónustu. Hann segir okkur frá kærleikanum sem býðst okkur og afleiðingunum ef við afþökkum hann og hann stofnar sakramenti. Sakramenti er í mjög máli bara athöfn sem að kirkjan á að iðka. Það sem að guðlega og bara yfirnáttúrulega náð og blessun. Myndavél mín dó, þau verða að sagt eitthvað í símann í bili. Ok, en í sakramenti þar er yfirnáttúrulega náð og blessun Guðs sem að raungerist í efnislegum hlutum. Sumar kirkjur túlka það sé skírn og heilag kvöldmáltíð.
að minnsta kosti. Aðrar kirkjur túlka fleiri atriði sem sakramenti eins og hjónaband, en eitt sem þær eru allar sammála er þetta sakramenti sem Jesús stofnaði á skírdag. Lúkas 22:19. Hún tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta líkaminn minn sem fyrir yður er gefinn, gjörið þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi kalikur er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úthellt. Brauðið sem Jesús braut og víninu sem var úthellt er táknmynd upp á það að líkami Jesú var brotinn, drepinn og blóðinu hans var úthellt fyrir okkur á krossinum sem gerist daginn eftir á föstudaginn. Jesús stofnar þetta sakramenti sem að kristnir menn iðka til að minna sig ekki bara á síðustu kvöldmáltíðina og það sem gerist þar, heldur að Jesú var fórnað á krossinum í staðinn fyrir okkur. Hann tók á sig dauðann sem við áttum skilið til að við getum fengið lífið sem hann átti skilið. Þetta er bara brot af því sem á sér stað á skírdaginn, þjónustulynd Jesú, blessunar orð og viðvörun og stofnun sakramentis sem að bendir á krossin. Ég mana þig að sætta þig ekki við það að hafa bara vitsmunalegar upplýsingar skírdaginn, ekki vera bara fróðir hvað gerðist. Þekktu Jesú, hann dó ekki bara á krossinu, hann reis upp á páskadag og hann lifir ennþá. Þannig að leitaðu hans, hann er hjá þér ef þú leitar hans. Hann vill blessa þig, hann vill leiða þig inn í kærleiksins samfélag við Guð og menn. Vill hann að fyrirgefa þér, leitaðu hans, gerðu hann að frelsarðinum og drottni, gegnum bæn og gegnum trú og þá áttu eilífa lífið sem Jesús talaði um. Eitt í viðbútt varandi föstudaginn langa, við Úlli félagi minn gerum hlaðarstátt, 40 mínútna hlaðarstátt föstudaginn langa, brot af því sem átti sér stað og hvað það þýðir. Birtist á morgun föstudaginn langa á Spotify. Settu á Guð. Guð blessi þig.